Forsetaframbjóðandinn Ásþór Magnússon segir Óla Ragnar hafi verið gerðan út af eigendum fjölmiðla og nú ætli þeir sem standa að baki miðlunum að skipta honum út fyrir Þóru Arnórsdóttur. Hödd Vilhjálmsdóttir. Ásþór boðaði til blaðamannafundar síðdegis þar sem fram kom að hann telur að 365 og RÚV sé á bak við forsetaframboð Þóru Arnórsdóttur og máli sínu til stuðning sýndi hann gögn sem sýna að hún fékk 100-falt það plás sem hann sjálfur fékk til að kynna stefnumál sín í Fréttablaðinu þegar tilkynnt var framboð þeirra. Þetta voru náttúrulega rætur sínar að rekja að forsetinn hefur verið gerður út af eigendum þessara fjölmiðla. Hann bara þeirra frambjóðandi og var þeirra frambjóðandi hérna áður og nú vil ég skipta honum út fyrir annan. Ásþór segir að forsetaframboðið eigi að snúast stefnumál og geti ekki snúist einhverjar dúkkur sem fólkið ætlar að velja sér á Bessastaði. Hann ætlar ekki að gefast upp og mun fara aftur og aftur í framboð þar til hann sér að hugmyndir hans að virkja Bessastaði verði að veruleika. Ég til dæmis vil nýta embætti til þess að færa hingað starfsemi Sameinuðu þjóðanna. Ég vil að byggja upp nýja atvinnuvegi á Íslandi í kringum friðarmál og lýðræðisþróun. Telur að niðurstaða í framboðum þínum hefði orðið betri, hefur fengið meiri umfjöllun? Að sjálfsögðu en umfjöllun stefnumálin, hlutlausa umfjöllun. Hvað telur að í heildina þetta hafi kostaði frá því þú byrjaðir að fara í framboð? Þessar spurningar hafa komið alltaf og umræðan hefur þróast út í bara svona spurningar í staðinn fyrir að tala málefnin. Ég nenni ekki að svara meira þetta. Þú getur lesið þetta á netinu hjá mér.